Ætlar að kíkja á hann, Friðrik. Úps. Ég gæti alveg sagt ykkur eitthvað brandar, ég kann ekki við það ef hann þú veist, byrjaður að streyma þessu, þannig að það bara verðum stillt. Nei. Annars ég ekki hika við það. Þetta byrjað. Gott kvöld og velkomin á 3. fræðslukvöld Þroskahjálpar og Sjónarhóls. Tilgangurinn með þessum fræðslukvöldum meðal annars að koma til móts við fjölskyldur fatlaðra barna með því að fara yfir þá þjónustu og ráðgjöf sem í boði sem og réttindi þeirra. Hér verður bein útsending, það hvorki meira né minna, þar sem á dagskráni streymt til að koma til móts við þá sem ekki eiga heimangengt hvar sem þeir búa á landinu. Dagskrá kvöldsins á þá leið að hingað eru komið þau Atli Freyr Magnússon, Sólveig Sigurðardóttir og Svandís Ása Sigurjónsdóttir frá Greiningar- og ráðgjafarstöð og munu fara yfir það starf sem þar unnið. Við viljum benda á að hægt að senda inn spurningar á vefnum. Við erum með mann hér bak við tjöldin sem tekur við spurningum og kemur þeim á framfæri. Hugmyndin sú í kvöld að fyrirlesarar fái að ljúka máli sínu og þegar þeir hafa þau þrjú hafa lesið upp það sem þau ætla að lesa, að þá bjóðum við upp á kaffi og með því, þannig að þeir sem að heima sitja þeir fá því miður ekkert en þeir koma þá bara næsta fræðslukvöld hingað. En til þess að þeir sem eru heima heyri spurningarnar þá vil ég minna á mikilvægi þess að tala í míkrafóninn þennan hérna eða þá að fyrirlesari endurtaki spurninguna. Nú okkur ekki til setjuna boðið og Sólveig Sigurðardóttir, læknir, ríður á vaðið. Gjörðu svo vel, Sólveig. Já, takk fyrir boðið og gaman að fá að koma hingað. Ég heiti Sólveig Sigurðardóttir sem sagt eins og kom fram og ég læknir á Greiningarstöðinni og búin að vinna þar í bráðum 18 ár og staðgengill forstöðumanns, þannig að ég kem svona kannski sem staðgengill hingað og ætla svona að kynna starfsemi Greiningarstöðvarinnar í svona bara í fáum dráttum og ég notaði svona, ég gekk svona út frá þessum útgangspunktum sem voru gefnir upp í dagskráni. Þannig að ég svona reyna að tæpa á því sem þar minnst á. Ég vil líka minna á náttúrulega bara heimasíðun okkar, greining.is, það náttúrulega heilmiklar upplýsingar starfsemina og þar meðal annars líka hægt að finna ársskýrslur frá okkur, þar sem bæði lýst starfseminni bæði í texta og töflum og tölum, þannig að það gefur líka heilmikla innsýn. En þetta sem sagt húsnæðið okkar, við, eins og þið flest vitið, við erum á Digranesveginum í Kópavoginum og stofnunin tók til starfa 1. janúar 1986. Þannig að við erum búin að vera til í rúm 30 ár. Við erum með þarna við erum með 2., 3. og 4. hæð og erum svona vonast til og það nú bara alveg í burðarliðnum að þá að fara að auglýsa eftir nýju húsnæði fyrir okkur og þá gert ráð fyrir að við verðum í sama húsnæði og þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta. Það varð úr eftir allt hafarið í sambandi við sameiningu og slíkt. Það verða 2 aðskildar stofnanir en í sameiginlegu húsnæði.
Þetta er hópurinn svona, þetta er nú orðin bráðum 7 ára gömul mynd. Ég svona kíkti yfir þetta og það eru eitthvað svona, ég man ekki, kannski 8 sem eru hættir af þessum hópi. Þetta er nokkuð stabíll hópurinn, starfsmannahópurinn hjá okkur. Og mér skilst að meðalaldurinn sé svona nokkuð hár miðað við ýmsar stofnanir en þetta er svona býr geysileg þekking og svona kraftur í starfsfólkinu okkar. Þverfagleg starfsemi eins og þið vitið, við vinnum gjarnan í teymum, það eru margar fagstéttir eins og þið sjáið, við erum með nokkra atferlisfræðinga, við erum með þó nokkra félagsráðgjafa, forstöðumaðurinn okkar er Soffía Lárusdóttir eins og þið sjálfsagt vitið, við erum með iðjuþjálfa, leikskólasérkennara, læknaritara, móttöku- og sviðsritara, við erum með heilmarga sálfræðinga, nokkra sjúkraþjálfara, 2 talmeinafræðinga, við erum með 1 viðskiptafræðing og þó nokkra þroskaþjálfa. Þannig að, og gjarnan, og þetta er sem sagt þverfagleg vinna gjarnan hjá okkur langoftast og þá koma svona gjarnan 3 til 4, yfirleitt allavega 3, kannski svona undantekningartilfellum 2 sem koma að greiningunni en 3, 4 oft og þaðan af fleiri. Þannig að það er styrkleiki, það er styrkur í því að hafa margar fagstéttir og maður finnur það bara líka bara svona í stjórnendahópnum að hafa margar fagstéttir, það gefur ótrúlega svona skemmtilegan vingil, það koma mismunandi vinklar frá fólki með mismunandi bakgrunn. Þannig að það er, ég held að það sé ekki gert of lítið úr mikilvægi þess. Sem sagt, lög stofnunina tóku gildi 1. júní 2003, þannig að þau eru að verða 14 ára gömul, en það eru sem sagt, við störfum samkvæmt lögum. Þannig að það eru alveg hreinar línur svona þannig séð hvað við eigum að gera. Þannig að markmið með starfseminni hjá okkur er meðal annars að tryggja að börn með alvarlega þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem miða því að draga úr afleiðingu röskunarinnar. Þetta er svona kannski svona í hnotskurn það sem við erum að gera og þessi lög, þetta eru bara 2 síður, þetta er bara aðgengilegu texti, þau eru náttúrulega að mörguleyti orðin úrelt má segja, það stendur til að endurnýja þau einhvern tímann vonandi á næstunni en þau eru líka á heimasíðunni náttúrulega. Þannig að það má fletta þeim upp þar. Síðan, eitt af hlutverkum greiningarstöðvar er þróun, rannsókn og dreifing á aðferðum og gögnum til greiningar á fötlunum og þroskaröskunum og á mismunandi meðferðarleiðum. Þannig að við að fylgjast með hvað er í gangi í sambandi við aðferðir og gögn til að greina raskanir hjá börnum. Og sem sagt, í kjölfargreiningar fer fram eftirfylgd. Að jafnaði, segir í lögunum, að jafnaði skal eftirfylgd vera í höndum sveitarfélaga, sérfræðiþjónustu skóla og annarra sérfræðinga. Reyndar er minnst á svæðisskrifstofur þarna í lögunum en þær eru náttúrulega löngu hættar. En það er sem sagt við svona sinnum eftirfylgd upp að vissu marki, eins og kemur fram hérna eftir, en svona jafnaði að þá á svona megin þungina eftirfylgdin að vera í höndum sveitarfélaga. Það er svona samkvæmt lögunum. Svo hérna því það var spurt umsóknarferli að þá tók ég þetta bara af heimasíðunni og þetta er líka samkvæmt lögunum að samkvæmt lögum greiningu á ráðgjöf ríkisins skal frumgreining hafa farið fram áður en vísað er. Þannig að við gerum kröfu að það sé búið að gera frumgreiningu og hún felur í sér að fyrstu athuganir og þroskamælingar þurfa að fara fram í nær umhverfi barnsins á vegum sérfræðiþjónustu leikskóla eða grunnskóla, sérfræðiþjónustu heilsugæslu eða hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingum. Þannig að það þarf að vera búið að leggja mat á hegðunarþætti eða þroska eða hreyfingar barnsins áður en því að vísa til okkar. Sem er kannski galli en það allavega gerir það verkum að þetta svona, það þrengir svona svolítið hópinn sem berst til okkar. Þannig að við eigum að taka tilvísanir fyrir börn þegar það er rökstuddur grunur að þarna sé möguleiki á fötlun hjá barninu.
ekki bara svona tilfinning einhvers læknis eða sálfræðings út í bæ, svona órökstutt, heldur þarf að vera búið að leggja mat á þessa þætti. Og Eyðublaðið náttúrulega er á heimasíðunni og þessi text er þar líka. Markhópurinn náttúrulega, eins og við vitum líka, að börnum er oftast vísað á greiningarstöð sé grunur eftirfarandi fatlanir, það er að segja einhverja tegund af þroskahömlun, einhverju rófsraskanir, alvarlega hreyfihamlanir, og þá er það helst CP-hreyfihömlun, vöðvarýrnanir, hryggrauf og fleira slíkt, ýmis sjaldgæf heilkenni eða langvinn veikindi, ef það fylgir sem sagt svona færniskerðing eða fötlun þeim veikindum eða þeim sjúkdómi. Þannig að þetta eru svona stærstu hóparnir. Náttúrulega einhverju rófið orðir stærst hjá okkur núna, og þroskahömlun þar á eftir. Hreyfihamlanir eru í rauninni lítill hópur meðan við hina tvo. Og svo erum við líka, sem ég hef ekki segið þarna, en við erum að sinna börnum með alvarlega sjónskerðingu, sérstaklega ef það eru viðbótarfatlanir, og alveg blindum börnum, þau koma mörg hver til okkar, og svo sinnum við líka hluta af börnum sem eru með heyrnarskerðingu. Þau koma þá helst ef það eru viðbótarfatlanir. Þetta eru mjög litlir hópar. Greiningarnar náttúrulega byggðar á alþjóðlegum viðmiðum. Við notum ICD-10 kerfi sem er International Classification of Diseases, 10. útgáfa þess sem er í gangi núna, og svona við förum svona nokkuð eftir bókinni þar, og setjum þessi greiningarnúmer aftan við greiningarnar hjá okkur. Það má líka kannski svona diskutera það hvort að það sé skemmtilegt eða rétt eða ekki, en það svona allavega gerir okkur mjög sambærileg við ef við erum að bera okkur saman við aðrar þjóðir og upp á alla tölfræði og slíkt, að þá er þetta svona gæðastaðall, getum við sagt. Hérna bara svona aldurshóparnir sem við erum að sinna. Greiningarstöð sinnir börnum að 18 ára aldri. Flest eru börnin á forskólaaldri við tilvísun. Hérna tók ég bara 2 árganga. Þetta eru börn sem var vísað til okkur á árunum 2014 og 2015, og aldurinn hérna á X-ásnum, aldur í árum við tilvísun, já, og þið sjáið að það eru langflesti sem eru þarna 2, 3, 4 og 5 ára við tilvísun. Þannig að bara leggja saman 2014 og 2015, langflestir hérna, þetta er bara fjöldin, tæplega 80, 85 í þessum aldursflokkum, rúmlega 70 hérna. En við erum sjáið því sem við erum að fá hérna heilmörg börn bara á fyrstu aldursárum, rúmlega 20, tæplega 30 hérna á fyrsta og öðru ári, og svo tegist aldurinn alveg hérna upp í, 17-18 ár. Nokkuð jafnt hérna grunnstigið í grunnskólanum tæplega 20, og svo hérna 11-12 fleiri, og svo færi hérna í allra elstu árgangunum samkvæmt þessu. En þannig að það er alveg, auðvitað rokkar þetta pínlítið milli ára, en það er svona alveg hreinar línur að við erum að fá flest börnin hérna á forskólaárum. Og reynda má segja svona, ég fór ekkert yfir sögu greiningarstöðar, en upphaflega þá var greiningarstöð svona til fyrir þennan hóp. Við vorum bara að sinna frá 86 til svona 90 og 7, 8, 9, þá var markhópurinn bara börn á forskóla árum. Svo opnuðum við fyrir grunnskólaaldurinn svona kringum aldamótin, og þá hérna náttúrulega eðli málsins samkvæmt, þá fjölgaði tilvísun geysilega mikið. Og í rauninni hefur starfsmannafjöldin ekki fylgt eftir þeirri þróun, þannig að við erum svona komin í hálfgert óefni með það. Kem aðeins kannski að því á eftir. En svo var spurt, hvað er í boði hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð, og þá má nefna, það má svona skipta starfsemin gróflega í 3 þætti. Það er klíníska starfið, sem við þekkjum öll, athugun og greining á þroska og hegðun barns. Þetta er það sem við erum svona flestir eru að fást við dagsdaglega, daginn út og inn. Ráðgjöf stuðning, þjálfun og íhlutun, stundum fyrir svona þessa eiginlegu greiningu og stundum á eftir, stundum bæði.
Síðan eftirfylgd fyrir börn með fjölþættar og eða sjaldgæfa fatlanir. Þannig að við sinnum eftirfylgd fyrir afmarkaðan hóp. Reyndar hefur þessi hópur verið að stækka, við höfum lagt áherslu á það að reyna að byggja svolítið upp þessa langtíma eftirfylgd, þannig að þessi hópur hefur stækkað töluvert á allra seinustu árum. Fræðsla, því þekki það sjálfsagt, við erum með öflugt svona fræðslustarf og ég var að minna á vorráðstefnuna sem verður 11. og 12. maí í vor. Það komið dagskrá á henni og búið að opna fyrir skráningu, þannig að það er svona stóra ráðstefnan okkar, getum við sagt. Svo erum við bara, og ég sýni aðeins dagskrá eftir yfir námskeiðin, þið getur séð það líka á heimasíðunni, fjölbreytt námskeið fatlanir, íhlutunarleiðir og fleira. Einhverfan er reyndar mjög ríkjandi í námskeiðunum okkar, ég sé það og sýni ykkur á eftir. Við erum með foreldranámskeið fyrir foreldra yngstu barnanna. Við Svandís byrjuðum fyrir mörgum árum síðan og þá vorum við með foreldranámskeið bæði laugardag og sunnudag. Kom svona kannski 12, 14, 16 foreldrar og hlustuðu á fræðslu, tóku þátt í svona hópumræðu og slíkt. Fólk var að miðla reynslu og þekkingu og slíkt, en núna hefur þetta verið sem sagt 1 dagur seinustu árin. Ég er ekki viss með þetta hafi mikið verið í gangi í vetur, en svona alveg fram á þennan dag þá hafa verið haldin svona tvö námskeið kannski á ári fyrir sem sagt foreldra yngstu barnanna. Allra yngstu barnanna. Við höfum svona valið svolítið inn í þessi námskeið boðið foreldrum. Og svo eru rannsóknir, vaxandi þáttur á undanförnum árum, margar vísindagreinar unnar úr efnivið sem orðið hefur til í klíníska starfinu og hafa verið skrifaðar doktorsritgerðir byggðar á þeim, og við erum í formlegu samstarfi bæði Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri, og það er alveg í burðarliðnum þá bara rétt eftir að undirrita samningi við Háskólann í Reykjavík. Og þetta er bæði náttúrulega, við erum að fá nemendur úr bara sennilega öllum þessum háskólum sem er í starfsnámi hjá okkur, fylgjast með starfinu hjá okkur í þó nokkra vikur, og heilmargir sem sagt sálfræðinemar, það eru iðjuþjálfanemar, það eru talmeinafræðinemar og fleiri sem rótir í gegn hjá okkur, þroskaþjálfanemar, félagsráðgjafanemar, sem erum svona styttri og lengri tíma. Og þetta náttúrulega er bæði náttúrulega mjög gott upp á nýliðun og kynninga á starfseminni, og svo líka eru þá svona styrkir tengslin og svona sem býður upp á rannsóknarstarf. Þannig að þetta er mjög jákvætt og hefur svona verið vaxandi á seinustu árum. Hérna bara, þið sjáu þetta ekki, þetta eru bara námskeið sem eru framundan, við bara kíkti á þetta núna áðan, þannig að þetta eru bara námskeið frá 28. mars og fram í byrjun júní. Þannig að við erum að rúlla þessu öllu hérna í gegn, langmest einhverfuna. Það er nýtt námskeið hérna sem hefur fengið góðar viðtökur, ungmenni með einhverfu og önnur þroskafrávik. Þetta er svona svona unglingsárin svolítið út frá þessum fötlunarhópum, og þetta er flestir námskeiðin í Gerðubergi, en svo erum við líka með netnámskeið, og vorráðstefna náttúrulega verður á Hilton hótelinu. Þannig að þetta eru bara þarna 2-3 mánuðir, þannig að það er mikið í gangi. Svo kannski eins og við vitum, við breyttum skipulagi greiningarstöðvar í ársbyrjun 2013, og það var út af því að áður höfðum við verið með fagsvið tengt ákveðnum fötlunarhópum. Við vorum með stórt einhverfusvið, við vorum með fagsvið þroskahamlana og hreyfihamlana, en þetta var svona einhvern veginn sem píldi farið út úr böndunum hjá okkur, af því það var svo mikil ásókn í einhverfugreiningar, þannig að það bara var allt stíplað þar, og hreyfihamlasviðið, það var til dæmis mjög lítið og afmarkað og kannski nýtti starfsfólki ekki nægilega vel, þannig að við fórum út í það að stokka þessu öllu saman upp. Þannig að nú sem sagt göngum við út frá bara svona að mestu aldursskiptingu í fagsviðunum hjá okkur. Þannig að við erum með fagsvið yngri barna sem eru yngstu börnin upp að 6 ára aldri, og svo eldri barna frá 6 upp í 18, og svo erum við með þetta fagsvið langtíma eftirfylgdar, þannig þetta svið svona sem leggur áherslu á þjónustu við börn með alvarlegar og samsettar fatlanir og fylgja þeim eftir. Við veljum svolítið inn í það
þá þjónustu, börn sem eru með þyngstu fatlanirnar og við sjáum fram á að þurfi mestan stuðning og séu svona þar sem svona fólk út í feltinu veit minnstum, þannig við reynum að sérhafa okkur í þjónustu fyrir þennan hóp og gerum það og þetta gengur vel og að bólna út eins og við má búast. Og á sama tíma að þá er aukin áhersla á rannsóknir og erlent samstarf, heilmörg samstarfsverkefni, bæði innan Evrópusambandsins, norræn verkefni, ýmislegt í gangi. Þannig að þetta var skipuritið sem við tókum í gildi þarna, við svona aðeins mótað það frá árinu 2013, en þetta er svona eins og við erum að vinna núna. Við erum náttúrulega undir velferðarráðuneytinu, undir félags- og, hvað heitir hann? Félags- og jafnréttis málaráðherra og forstöðumaðurinn okkar Sofía og svo erum við með þessi 3 fagsvið eins og ég nefndi áðan og svo erum við svona þvert á með aðalskrifstofu, með fjármálin og húsnæðismálin. Við erum með fræðslu- og kynningarsvið sem heldur utan allt fræðslustarfið okkar og við erum með rannsóknarsvið og það var nýjung. Þetta var nýjung rannsóknarsviði, þar stýrir Evald og Sigga Ló komin í hóp með honum líka og þetta var líka í rauninni nýjunga að svona bæta við þjónustu hér í þessa langtíma eftirfylgdina. Við vorum búin að vera með sérhæfða móttöku fyrir hreyfihömluðu börnin alveg frá byrjun, alveg frá stofnun greiningarstöðvar, eða fljótlega eftir stofnun, en svo bættum við þessum börnum með þunga alvarlega þroskahömlun og einhverju svona þessar samsettu, þyngstu fatlanir, hegðunarerfiðleika og fleira slíkt. Þannig að við höfum svona aukið í þjónustu þar. Örstutt bara, Atli kemur betur inn á þetta allt saman, klíníska starfi, ef við bara örfá orðum það, snemmtæk íhlutun náttúrulega fyrir yngstu aldurshópana, þverfagleg greining á forskólaaldri, við gerum það gjarnan, stundum náum við því að gera það tvisvar hjá krökkunum, ef þau koma snemma til okkar þá erum við að greina þau kannski í kringum 2-3 ára aldur og svo aftur áður en þau byrja í grunnskóla. Og við erum með ráðgjöf bæði fyrir og eftir greiningu hjá þessum aldri og það má segja að sko fagsvið yngri barna að það stærsti hópurinn, það stærsti starfsmannahópurinn þar. Þannig að það eins og þið sjáum það tilvísunum náttúrulega, að þungin þar. Og svo erum við með minni fagsvið eldri barna, það heldur töluvert minni starfsmannahópurinn. Atli kemur að því á eftir. Ég bara fer svona skauta yfir þetta hérna. Bara til þess að gefa svolítið yfirsýn. Þannig að svo, þetta var sem sagt með yngsta hópinn, síðan kemur þverfagleg greining fyrir börn á grunn- og framhaldsskólaaldri þegar tilvísanir koma fyrir þennan aldur. Að þá náttúrulega detta þau bara inn í til þess hóps og þar ráðgjöf aðalega eftir greiningu og mismikil eftir eðli vandans. Við myndum vilja hafa ráðgjöf fyrir greiningu hér en við höfum svona haft lítið bolmagn til þess. Þannig að það aðalega börnin koma, bíða eftir því að komast í þverfaglega greiningapakkan og svo svona meti hvað hægt að gera meira á eftir greininguna. Mismikil ráðgjöf þar á eftir. Og svo langtíma eftirfylgdin. Hún alveg sérpakki, fylgir krökkunum eftir nokkuð þétt alveg að 18 ára aldri. Bara örstutt börn og leikskólaaldri, af hverju eru þau að koma eða hver svona ástæðan fyrir því að þeirra greiningaferli fer í gang, að þá það oft á tíðum seinkaður málþroski. Þau eru sein í málþroskanu, þau geta verið með hegðunarvanda, svona seinkaðan félagsþroska. Hérna segi ég alloft tví- eða þrítengt málumhverfi. Við erum að sjá, þetta orðið nokkuð stór hópur hjá okkur, það er að segja svona 25-30% af tilvísunum til okkar varða börn af erlendum uppruna. Og það fyrir geysilega mikil orka í þennan hóp. Út frá túlkunum og öll samskipti, þetta svona aðeins töluvert þyngra. Og þetta stórt hlutfall af þeim sem að koma. Og erfiðleikar í samskiptaleika eins og ég segi. Þannig og flestum vísað vegna grunns einhverfu og eða þroskahömlun á þessum aldri.
Svo koma stærri krakkarnir, þá er það svo líka vísa á greiningarstöð vegna grunns- og þroskahömlunar eða einhverfu. Þarna er sagan náttúrulega orðin lengri. Oft er þetta krakkar komnir bara þó nokkuð langt í grunnskóla eða jafnvel komin í framhaldsskóla, vaxandi námserfileikar, félagsleg einangrun. Það getur verið saga svona geðræn einkenni, kvíða, ADHD, hegðunarvanda, skapsveiflur, ýmislegt í þessum dúr. Stöku sinnum saga fíkniefnaneyslu, sjálfsskaða, þannig að þarna er svona birtingamyndin svolítið öðruvísi. Og þetta hérna, oft liggja fyrir margar þroskamælingar og meðferð á vegum margra aðalnámsstofnana. Ég vinn á þessu svið og þetta er oft heljar mikið að maður svona einhvern veginn undrar sig stundum yfir einhvern veginn kerfinu hjá okkur. Það er kannski búið að mæla þroskamælingar 2, 3, 4 sem börnin svona, kannski hérna svona málhömlu til að byrja með og svo svona einhvern veginn vaksa þau inn í vandan og það er ekki það að nokkur hafi gert neitt vitlaust en það fer mikil orka og tími og peningar kerfisins í þessar mælingar endurteknar og svo loksins kemur barnið til okkar og við bætum við mælingum og athugunum og gerum okkar besta með það að þetta sé þá svona endastöð og að við reynum að hérna gefa ráðgjöf varðandi eftirfylgdina og hvað á að fylgja á eftir. Og samstarf meðal annars við barna- og unglingageðdeild. Þarna erum við í teymi með þeim gjarnan, góðu samstarfi við þá. Og svo sem þjónustumiðstöðvarnar og við förum og það er svona styrkleiki fagsviðs eldri barna að við förum ferðir út á land. Þannig að við erum að fara 2 sinnum á ári gjarnan til Akureyrar og sinna börnum í heimabyggð. 1 sinni á ári til Egilsstaða og til Ísafjarðar. Þannig að við svona komum á móts við þennan hóp. Það er bara þróast þannig starfið á þessu sviði. Þannig að við gerum töluvert að því að fara og meta börnin í heimabyggð og þá erum við í sambandi við sérfræðinga þar. Þannig að það kemur vel út. Hérna bara nokkra tölur svona í lokin. Þetta er bara yfirlit yfir helstu tilvísendur og fjölda tilvísina sem bárust frá þeim á árunum 2013-15 og hérna sjáu þið, þetta eru semst 3 ár, sérfræði þjónusta leikskóla. Kringum frá rúmlega 100 upp í 120 tilvísanar á ári frá þeim. Leikskólaaldurinn, hérna er sérfræði þjónusta grunnskóla, heldur færri meira svona í kringum 80 á hverju ári. Þetta er heilbrigðisstofnanir, það er þá barnaspítalinn oftast. Yngstu börnin að koma, þau eru svona, hérna voru kringum 40, fækkaði niður í 20 hérna þetta árið, 2015 og svo sjálfstætt starfandi sérfræðingar hérna og þroska- og hegðunarstöð, dregið svolítið úr tilvísunum þaðan. En þetta eru sem sagt stærstu tilvísendirnir okkar, svo hérna bara fjöldi hvað erum við að fá mörg mál á ári. Hérna voru það tæplega 300, þetta eru sem sagt, heildarfjöldi tilvísina og svo drengir og stúlkur. Drengirnir eru rauðir, stelpurnar eru hérna grænar, þannig að við erum að fá svona 300 tilvísanir pluss mínus 20-30, fór upp í 340 rúmlega hérna í fyrra. Stór hópur og alltaf fleiri strákar, töluvert fleiri strákar heldur en stelpur. Stelpurnar nokkuð stöðugu fjöldi hérna þessi ár. En þetta er óvenju mikið sko. Og við segjum gjarnan að við ráðum við svona myndi vera svona gott reynsli í afgreiðslunni hjá okkur ef við værum að fá svona 220, kannski 220-39 tilvísanar á ári sko. En þannig að þetta bara býður upp á biðlista því miður. Hérna bara, og það hefur kannski verið svolítið frægt að við vísum stundum frá ef okkur þykir að vandamáli sé ekki þess eðlis að barnið eigi að koma til okkar eða unglingurinn. Þannig hérna sýni ég fjöldan á frávísunum á ári, þannig að það voru 50 frávísunni hérna, hvað er þetta, 19 og eitthvað 21 á 2015 og 2016. Þannig að þetta er mjög lítill hluti af öllum hópnum, þið sjáu það. Mjög lítill hluti. Og hérna er það tilvísanir fyrir börn af erlendum toga hérna sjáu þið þann fjölda á ári og þetta er frá 25 upp í 30%.
Og svo þetta líka, þetta voru tilvísanirnar, en hérna sýni ég fjöldi barna sem komu, þetta sem sagt outputi hjá okkur, hvað við erum að gera, fjöldi barna sem kom í þverfaglegar athuganir eða voru í eftirfylgd á vegum stöðvarinnar árunum 2014 til 2016. Þið sjáu það. Þannig að þetta hópurinn sem kom í þverfaglegar athuganir, þannig að við erum að athuga þarna frá 320 upp í 340 börn á ári í þessum þverfaglegu athugunum. Og þetta eftirfylgdarhópurinn okkar, hópurinn sem tengist okkur, svona tæplega 450, 440 börn sem að tengjast okkur í eftirfylgd eða þjónustu eða ráðgjöf, skiljiði, þannig að til viðbóta við þennan hóp sem kemur hérna. Og svo þetta íhlutun fyrir yngstu börnin, svona 50 í smábarnateyminu hjá okkur, allra yngstu börnin. Þetta langtíma eftirfylgdin frá 2 til 18 ára aldurs, þarna eru rúmlega 130 börn á hverju ári sem tengjast okkur. Og þetta ráðgjöf, ég sé þetta ekki, hvað stendur hérna? Já, þetta leikskólaaldurinn og svo grunnskólaaldurinn. Þannig að summan af þessu kemur fram hér, skiljið. Þessi, já, ég var ekki búin að, ég er ekki komið með fyrir 2016 alveg sundugreiningu. Þannig að þetta svona með smá fyrirvara kannski þessi 440 hérna, en þetta svona og mér finnst þetta bara mjög svona fróðlegt að sjá þessa tölur. Þetta heilmikil starfsemi, þetta heilmikið rennar í og hefur aukist með árann. Þetta var hægara hjá okkur og kannski meira lagt í hvert mál. Vinnubrögðin hafa svona svolítið bara í lokin að þá ætla ég á vorastefnuna að fötluð börn og ungmenni, heildræn þjónusta, árangur og áskoranir, og þetta 2 ráðstefna sem verður 11. og við erum búin að opna fyrir skráninguna og það ódýrara að skrá sig 27. apríl. Takk. Þökkum Sólveigu kærlega fyrir og þá tekur Atli til máls, gjör svo vel. Góða kvöldið. Ég ætla að segja frá fagsviði yngri barna og mér til hals og traust verður Svandís Ása sem skorastjóri athuguna á fagsviði yngri barna og sjálfur ég skorastjóri ráðgjafahópsins á fagsviði yngri barna. Fagsvið yngri barna skipt upp í 2 skorir, það annars vegar smábarnaskor og leikskólaskor og á leikskólaskorinni sem sagt athugunarhópur og svo ráðgjafahópur og við Svandís svona verkstýrum vinnunni hjá þessum 2 hópum. Í smábarnaskor að koma yngstu börnin til okkar. Þetta eru börn sem að greinast mjög snemma á fyrstu 2 aldursárunum, jafnvel bara strax við fæðingu, þar sem að greinist frávik í þroska eða grunur frávik í þroska og þessi hópur eða foreldrar þessara barna að koma yfirleitt mjög fljótt til okkar, það ekki biðlisti þarna inn í þjónustu. Þau koma með barnið og hitta teymi á greiningastöð og vinnan í kringum
hvert og eitt barn er þá skipulögð í samvinnu við foreldrana. Oft á tíðum eru þetta, þetta átt að fara í hináttina, oft á tíðum er það læknir, eða yfirleitt er það læknir sem að hittir börnin, félagsráðgjafi og þroskaþjálfi, stundum er það sjúkraþjálfari líka í teyminu og svo aðrar fagstéttir eftir þörfum. Þessi börn er að fá reglulega þjónustu á greiningastöð, eða þau börn sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu, þau eru yfirleitt að fá reglulega þjónustu á greiningastöð þar sem að foreldrarnir eru að koma með börnin til þess að hitta þroskaþjálfa og það er verið að vinna með barnið ásamt foreldrunum. Sum börn fara á Lyngás, í dagþjónustu á Lyngási og þá erum við með ráðgjöf þangað inn í tengslu við vinnu með börnin og svo fyrir foreldrar sem að búa út á landi að þá erum við oft með þjónustu við þjónustuaðila í þeirra heimabyggð. Þannig að við svona veitum ráðgjöf í gegnum þjónustuveitundur á landsbyggðinni. Og svo erum við með fræðslu fyrir foreldrana líka þroskafrávik og annað og tákn með tali og fleira. Í kringum 2 ára aldurinn, og þetta eru oft á tíðum aldurinn sem að börnin er að byrja á leikskóla, að þá er gerð þverfagleg athugun, það verið að meta þroskastöðu barnsins og færni og þetta er sniðið að þörfum fjölskyldunar og þörfum hvers og eins barns og tengslu við þetta þá er yfirleitt fræðsla þá inn á leikskólan, verið að segja leikskólastarfsfólkinu frá barninu, hvers eðlis þroskafrávikin eru og hvernig sé hægt að vinna með barninu til þess að ýta sem mest undir þroska barnsins. Og flest af þessum börnum sem að koma til okkar í smábarnaskor fara síðan að flytjast yfir í leikskólaskor, þarna við upphaf, eða kringum upphaf þegar þau byrja á leikskólanum. Það er lítill hópur þessara barna eða nokkur börn sem að fara beint yfir í langtíma eftirvildina og það eru helst börn sem eru mikið veik og eru ekki geta farið inn á leikskóla vegna veikinda sinna og þau flytjast þá jafnvel beint yfir í langtíma eftirvildina og það er svo sem engin sérstök regla með það heldur er það bara skoðað fyrir hvert og eitt mál. Þegar börnin eru sem sagt að flytjast yfir í leikskólaskor þá metum við í sameiningu hversu mikil þörf er á ráðgjöf fyrir þetta tiltekna barn og þá flyst ráðgjöfin frá þroskaþjálfa smábarnaskor yfir til ráðgjafa leikskólaskorar. En félagsráðgjafinn sem að hefur fylgt fjölskyldunni þessi fyrstu ári gegnum smábarnaskor fylgir börnunum yfirleitt yfir á leikskólaskor og fylgir fjölskyldunni. Eins og við sáum á glærunni hjá Sólveigu hérna áðan þá eru langflesta tilvísanirnar inn á greiningastöð og inn á fagstöð yngri barna á leikskóla árunum eftir að börn eru byrjuð í leikskóla. Og þegar börnum er vísað til okkar á leikskóla árunum þá byrjum við á því bara leið og tilvísun berst að setja tengil í málið og tengillinn fer og metur þörf á ráðgjöf og ráðgjöfin hún skiptist upp í það sem við kallum fyrsta, annars og þriðja stigs ráðgjöf og öll börn sem að vísað á greiningastöð á leikskólaaldrinum þau fá það sem við kallum fyrsta stigs ráðgjöf. Og í fyrsta stigs ráðgjöfinni þá erum við svona bæði að meta þörf fyrir frekari ráðgjöf fyrir barnið og fjölskylduna og koma með kannski ráðleggingur hvernig væri gott að vinna með barninu. Þannig að við byrjum alltaf á því að hringja í foreldrana, heyra hljóðið í foreldrunum, hvernig gengur heima fyrir, eru þau ánægð með samvinnuna við leikskólan,
hvort það sé komin einhver vinna af stað í leikskólanum og annað slíkt og hvernig svo samvinna gengur. Við tölum síðan við ráðgjafa sveitafélagsins til þess að heyri þeim hvort þeir sé ekki örugglega komnir inn í málið og hvernig þeir sé að sinna þeim og hvernig þeir sjá þetta fyrir sér. Og svo heimsækjum við barnið á leikskólanum þar sem við erum bæði að skoða aðstæður, hvernig aðstæður eru fyrir barnið og fylgjast með barninu. Og og þetta þessi fyrsta stigs ráðgjöf sem að öll börn fá á leikskólaaldrinum. Og við skilum greinagerð á teymisfund og þar komum við með tillögu það hvernig staðið skuli að áframhaldandi ráðgjöf við teymi barnsins. Það hvort að ráðgjöfin eigi að vera frá ráðgjafa sveitafélagsins eða hvort að við komum frekar inn í málið með ráðgjöf. Og það þá annars eða þriðja stigs ráðgjöf. Og ég fer aðeins í það hérna á eftir. Þannig að við reynum að koma inn í öll mál og mynda tengsl eins fljótt eins og auðið eftir að tilvísum best. Og okkur hefur tekist, við byrjuðum þetta ferli núna árið 2016 og fyrirpart ár gekk það mjög vel en það voru mjög margar tilvísanir árið 2016 eins og þið sáuð hjá Sólveigu áðan, það var mikill aukning í fjöldar tilvísana árið 2016. Þannig að þetta hefur aðeins lengst í þessu hjá okkur en þetta eru samt innan við 3 mánuðir í langflestum tilfellum sem við erum að hafa samband við foreldrarna og koma og heimsækja barnið á leikskólan. Við viljum hafa það þannig að við getum komið með athugun á barninu og svarað þeim spurningum sem þarf að svara þroskafrávikin fljótt eftir að tilvísum berst, en því miður þá það þannig og þegar við eflaust öll heyrt talað það að það langur biðlisti inn á greiningastöð og hann hefur ekkert styst árið 2016 eins og þið getið ímyndið ykkur stundum en þessar athuganir sem eru gerðar í kjölfar tilvísana eða til þess að svara þessum spurningum sem að varpaði til okkar þá það yfirleitt bara metið eftir hverju einu barni og það hluta því sem við erum að gera í fyrsta stigs ráðgjöfinni líka að meta þarf barnið að hitta barnalækni kannski fljótlega, þannig að við erum stundum að taka inn börn sem að hitta þá barnalækni eða bara þarf foreldrarnir að hitta félagsráðgjafa á greiningastöð fljótlega, þannig að sumir að koma inn og hitta þá bara félagsráðgjafa og koma svo kannski seinna til þess að koma í formlega einhverfu athugun eða þess áttar. Og sum börn metum við hreinlega þannig að það sé ekki viðeigandi að þau komi í athugun fyrir bara við upphaf grunnskóla. Til dæmis börn sem að þessum grunur þroskahömlun að það í raun og veru ekki hægt að svara þeirri spurningu eða það best að svara þeirri spurningu á þessu síðasta ári í leikskóla eða við kringum grunnskóla byrjun. Þetta fer alltaf mjög átt hjá mér. En ráðgjöfin hjá okkur þannig að öll börn fá þessa fyrsta stigs ráðgjöf og flest af börnunum sem vísað á greiningastöð eru að fá ráðgjöf einungis frá ráðgjöfum sveitafélagana eins og lög gera ráð fyrir að eftirfylgd á að vera í höndum sveitafélagsins. Við eigum að fylgja eftir börnunum sem með flóknustu fatlanirnar þannig að flest börnin að fá ráðgjöf frá sínu sveitafélag og það gengur yfirleitt bara mjög vel en það bil 1/3 barnanna á leikskólaskor að fá einhverja ráðgjöf frá okkur og það annarkvort þetta sem við kallum annars stigs eða þriðja stigs ráðgjöf. Annars stigs ráðgjöf felst í því að við erum að setja 1 til 2 teymisfundi á önn sem eru þá haldnir í leikskólanum. Þetta eru börn sem búa í sveitafélögum þar sem lítil þekking á snemmtækri íhlutun eða fötlun barnsins
og þannig að við erum þarna á hliðalínunni, en það er samt ráðgjafi sveitarfélagsins sem ber hitan og þungan af ráðgjöf inn í leikskólan. Þannig að við erum að koma til þess að vera þeim svona til hals og traust. Þetta er einn af börn sem að búa við einhverjar flóknar fatlanir, en það gengur tiltölulega vel, en við viljum halda tengslum við greiningarstöð. Þannig að við viljum ganga úr skuggum að það sé allt að ganga vel, þannig að það sé ekki haft samband við okkur þegar allt er komið óefni. Þannig að við getum gripið inn í ef að eitthvað er að fara úrskeiðis. Og svo er þetta líka börn sem hafa verið í mjög sértækri ráðgjöf, þar sem við erum að draga úr ráðgjöfinni. Þá oft drögum við úr henni smátt og fara börnin í annars stigs ráðgjöf. Og þriðja stigs ráðgjöfin, það er þessi sértæka ráðgjöf. Þetta eru börn sem að búa við flóknustu fatlanirnar, og við komum inn í mál með þessa þriðjustigs ráðgjöf. Annars vegar bara beint í kjölfar þessar fyrstu stigs ráðgjöf, við sjáum það eftir að við hefum heimsótt barnið og tala við foreldra og ráðgjafa sveitarfélagsins að það er þörf á mikilli ráðgjöf þarna. Og stundum er þetta líka þannig að það hefur ekki verið mikil þörf á ráðgjöf þegar við komum í fyrsta stigs ráðgjöfina, en eitthvað hefur farið úrskeiðis eða bara þróun, þroski hjá barninu verður þannig að það verður vaxandi þörf á ráðgjöf, og þá getur teymi barnsins í sveitarfélaginu vísað til okkar málinu og eða beðið þessa sérhæfðu ráðgjöf. Skilyrði fyrir sérhæfðu ráðgjöfinni eru þau að barni búi við flókna fötlun eða sjúkdóma sem hafa þær afleiðingar að það er mikil þörf á stuðningi, eða þá þessi mjög sérhæfð vandamál, svo sem mikil hegðunarvandi, sértæk tjáskipta vandamál, miklir svefnerfiðleikar, miklir erfiðleikar varðandi fæðuinntöku, mikil vandamál tengt losun hægða eða eitthvað þess háttar. Þannig að þetta eru svona sérhæfð vandamál sem að við getum ekki ætlast til þess að ráðgjafar í öllum sveitarfélögum hafi þekkingu á hvernig á að leysa. Það sem við gerum í þriðja stigs ráðgjöfinni er að við erum mjög mikið inn í teymisvinnu barnsins, þannig að við vinnum þétt með teymi barnsins í þeirra heimabyggð, og það gerum við hvar á landinu sem er, þó svo að vinnunni sé kannski háttað öðruvísi hvort sem barnið býr í Reykjavík eða á Austfjörðum, þá er það samt þannig að við viljum vera virkir meðlimir í teymi barnsins. Þannig að við erum að koma reglulega inn á leikskólan eða heimili barnsins. Við reynum að mæta á alla teymisfundi. Við sjáum fræðslu og þjálfun stuðningsaðilana ef það er eitthvað sérstakt sem við viljum að þjálfa þau upp í að gera, og við sinnum samvinnu við aðrar stofnanir þar sem við á. Þannig að og þetta er svona þessi kannski sem að lýsi því hvernig þetta er hérna í Reykjavík. Fyrir börn út á landi þá erum við að fara reglulega og þá erum við kannski eyða meiri tíma með barninu í hver skipti sem við förum heldur en við gerum hérna í Reykjavík. Þannig að við erum tíðari ferðir hérna á höfuðborgarsvæðinu en út á landi þá förum við reglulega en erum þá í 1 til 2 daga á staðunum þar sem að við erum að sinna vinnunni með teymi barnsins. Síðan á síðasta árinu fyrir upphaf grunnskóla þegar þá sest Svandís niður með öllum ráðgjöfunum eða hverjum og einu ráðgjafa og metur þörf fyrir athuganir fyrir upphaf grunnskóla. Þannig að sum börn sem koma til okkar er að koma í fyrsta skipti í athuganir þarna á þessum tímapunkti fyrir kringum upphaf grunnskólans. Og það er ekki í flestu tilfellum ekki að því að biðlistin er svo langur heldur að það hefur verið metið þannig upphafi að það væri best
til þess að svara þeim spurningum sem þarf að svara. Fyrir önnur börn teljum við það að það sé ekki þörf á einhverju athugun fyrir upphaf grunnskóla. Þannig að það er búið að svara þeim spurningum, það er komið í ljós að barnið er með einhverfu, það er ekki spurning eða við höldum að það sé ekki með þroskahömlun, þá þarf enga sérstaka eða fyrir mörg börn þá þarf enga sérstaka athugun áður en barnið byrjar í grunnskólanum. En þetta er eitthvað sem að Svandís metur með ráðgjöfunum og skipuleggur þá athuganir út frá þörfum hvers og eins og við reynum að meta þetta eins og ég segi í tengslum við upphaf grunnskóla og það eru sum börn sem er að koma þá til okkar áður en grunnskólinn byrjar og sum börn eftir að grunnskólinn er byrjaður. Og það, sumum finnst að eins og það sé galli á starfseminni að við séum ekki að meta þau áður en þau byrji í grunnskólanum, það sé eitthvað eins og ofboðslegar upplýsingar sem fáist út úr þessum greiningum sem nauðsynlegt að hafa fyrir upphaf grunnskólans, en það er í langflestu tilfellum ekki svo. Það er yfirleitt mikil þekking á leikskólanum og það er góð samvinna milli leikskóla og grunnskóla og svo þekking sem það eru upplýsingar sem skipta mestu máli fyrir upphaf grunnskólans, það fær fólk frá leikskólanum. Þannig að og fyrir mörg af þessum börnum er miklu betra að svara spurningunum eftir að þau eru aðeins eldri og það er farið aðeins að reyna á þau í grunnskólanum. Og þannig að það er stundum algjörlega með ráðum gert að við frestum athugunum þangað til þau eru byrjuð í grunnskólanum. Flest börnin sem er vísað til okkur á grunnskólaaldrinum, þau eru útskrifuð síðan við upphaf grunnskólans, þannig að við hættum afskiptum af þeim. Og flest af þeim eru bara í góðum farvegi hjá sínu sveitafélagi og í góðri þjónustu hjá sínu sveitafélagi. Árlega erum við að vísa frá leikskólaskor eða fagsvið yngri barna yfir að fagsvið langtíma eftirfylgdar 10 til 20 börnum. Þannig að þetta eru þá börn sem er að fá þétta þjónustu jafnvel þangað til þau verða 18 ára og þetta eru börn sem búa þá við flóknar fatlanir eða mjög íþykjandi vandamál tengt sínum fötlunum. Og svo er það nokkur börn á ári, það er ekki mörg börn, en það er nokkur börn á ári sem við vísum á fagsvið eldri barna og það er þá yfirleitt að því að við teljum að það þurfa að endurmeta þau eftir einhver 2-3 ár í grunnskóla. Lengra er þetta ekki hjá mér, þannig að erum við að fara að opna fyrir spurningar núna eða ætlum við að fá okkur kaffi eða það var bara kaffi og svo spurningar eftir, smá hlé og svo spurningar eftir. Vílík veisla fyrir heilan mælti rockskáldið og steig sinn á stardans. Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta, eins og gulnað blað sem geymir óræð orð.
og gömul hefð sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og sumarást sem aldrei náð að blómstra, líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og mynd sem bjó í vonarlandi þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við. Býr þar sektarkennd sem ennþá nær að særa. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað geymir óræð orð. Eins og gamalt heit sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. There's a way every day to the problems men just can't turn away. In this life, people try to walk away and say it's okay. But I've seen a terror screen, and it builds up like a monster machine. Got to look into all directions. I have to know life has difficult questions. Have to look into all directions. Can't walk away, no, 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 no. Can't walk away, can't walk away. Can't walk away, no, 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 no. Can't walk away, can't walk away. So what we have to do, me and you have to learn like we're in school. In this life, we have to realize that no
without a working prize. I got to look into all directions. Have to know life has different. Jæja, komið sæl aftur. Við erum hér, ætlum að fjalla sem sagt, og þið með spyrja þar að segja, það sem þið viljið spyrja í sambandi við greiningar og ráðgjafarstöð. Það kom spurning utan að landi frá Sigrúnu Jónsdóttur sem hljóðar svo: ADHD, geðræn einkenni, og spurningin er þá verið að tala fylgiraskanir? Já, ég skal svara þessu. Ég hef kannski verið smá ónákvæm. ADHD er nú aðalega bara hegðunarröskun, en stundum fylgja geðræn einkenni, þannig að ég hef sennilega myndi meira þessi kannski tilfinningavandi og kvíðinn sem maður flokkar sem geðræn einkenni, en þetta já, ég vona að það skýri þessa fyrirspurn. Takk fyrir. Einhver sem vill spyrja úr sal? Mér langar að fá að vita, hvað er þessi biðtími langur? Fyrir litlu börn? Já, fyrir leikskóla. Frá því að grunngreiningin er búið að senda til ykkar. Ok, ef að spurningunni sem er beint til okkar er einhverfa, þá er biðin í dag cirka 14 mánuðir. Okay. Og það við höfum talsvert lengi verið í 10 til 12 mánuðum. Hefur svolítið dotti kannski 12 mánuði eftir sumarfrí, það sem er rúmi mánuður sem ekkert gerist og slíkt, og svo hefur þetta jafnað sig. En við duttum í 14 mánuði fyrir ekki svo lengur síðan og jafnvel sjáum fram á lengri bið. Ok, og það sagt ár við mig þegar skýrslan fyrir nokkrum mánuðum síðan. Já, skýrslan var tekin í september. Já. Þannig að það þetta bara gerist, þetta viðkvæm þjónustur, við erum bæði fjölgaði börnunum, kom upp ófyrirséð veikindi hjá starfsmönnum og það í rauninni hægði á. Ég ætla kannski aðeins að fá að bæta við þetta að það samt geysilega mikilvægt að fólk sé, að þjónustuaðilar sé ekki að bíða eftir greiningunni. Það komin sterkur grunur frávik í þroska og það geysilega mikilvægt að byrja að vinna með barnið. Og við reynum að koma inn með þessa fyrstu stigsráðgjöf og vonandi hefur það gerst. Já, hún væntanlega á stigs á fundi hjá okkur í næstu viku, teymisfund, fyrsta teymisfundi. Þannig að og það sé byrjað að vinna með barnið í leikskólanum og út frá þessum frumgreiningum. Því að það það sem skiptir mestu máli fyrir barnið. Ég ger mig grein fyrir því að þetta oft erfiðu tími fyrir foreldrana, það sem þetta óljóst hvort þetta einhverfa eða ekki, eða hvað veldur þessum þroskafrávikum. En fyrir barnið það mikilvægt að það sé byrjað að vinna með það á leikskólanum. Það talaði fyrsta stigs ráðgjöf hjá forskólahópnum. Ekkert svoleiðis fyrir þá sem eru komnir í grunnskóla? Það bara 14 mánaða bið og það ekkert hægt að gera? Þótt tala sér alltaf þessar blessuðu snemmtæku íhlutun. Já, því miður eins og ég sagði áðan að þá á fagsviði eldri barna, ef barnið orðið komið í grunnskóla þegar því vísa til okkar, að því miður þá gerist ekki mikið. Við myndum vilja, við erum öll að vilja gerð að hafa samband sem fyrst, og við erum bara að ræða þetta bara núna í þessari viku, hvernig við getum reynda að koma á móts við þær þarfir, en eins og þetta hefur verið á undanförnum, þá hefur lítið gerst fyrir en barnið boðað í þverfaglega athugun, og það kannski eftir 12-14 mánuði eftir að tilvísum best. Því miður en bara
Takk fyrir. Það kom spurning hérna á netinu og hún hljóðar svo: hvað er löng bið inn á smábarnaskor fyrir 8 mánaða barn? Ef við erum með svona lítil börn sem farin í smábarnaskor, þá eins og Atli sagði, þá í rauninni tölum við ekki biðtíma vegna þess að við reynum að mæta börnunum strax. Það bara tekur smá tíma að pappírar koma inn í hús og er safnað saman og fer gegnum svona ákveð ferli. Þannig að ég held að þetta sé yfirleitt ekki nema eitthvað 6 vikur, eitthvað svoleiðis mesta lagi, sko. Já, þannig að það er reynt að gera það mjög fljótt ef að þess að tilvísinu. En foreldrar geta þá hringt og athugað hversu biðtíminn er? Algjörlega. Og bara heyrt ef þau fara lengi eftir einhverjum frá okkur. Að hringja það bara. Já, flott, takk fyrir það. Eru fleiri spurningar varðandi greiningarstöð? Barn sem fer í 2 ára skoðun hjá okkur, svona, þú veist, svona stóru skoðuna, þarna sem eru margir dagar og eitthvað, þegar kemur í ljós þessi ýmislegt sem þarf að fylgjast með, eins og ADHD, möguleika einhverfu og þarna liggur fyrir mjög alvarlegur sjúkdómur, eru þau tíðkast það að þau séu útskrifuð frá okkur undir þessum kringumstæðum? Nei, ekki ef það er í raun og veru, ef við tölum það sé áframhaldandi grunur, við getum kannski ekki sett puttan á það akkurat núna. Einhverjum þá er það kannski spurningin af því að þroskafrávik er það mikið, þá eru ekki alveg viss hvað er hvað. Þannig að við viljum kannski bíða ári lengur eða eitthvað svoleiðis. Þroskahömlun náttúrulega munum við ekki svara fyrir eins og allir talaði áðan 5-6 ára. Það er svona bara það viðmið sem hefur verið sett almennt séð, ekki bara eitthvað sem við byggum til. Þannig að við myndum öllum líkindum ekki útskrifa barn sem að væri með þennan grun. Myndi væntanlega að falla undir mögulega annan til annars stigs. Börn eru vissulega útskrifuð þarna við 2 ára aldurinn, en það er þá í þeim tilfellum það sem það er rökstuddur grunur að þroskin er orðið það góður, að barnið er komið á góða braut, og það er stundum sagt við fólk eða þjónustuaðila, það er gott að fylgjast með einhverjum einkennum, hvort það skyldi þróast í þá áttina, það má jafnvel búast við ADHD eða eitthvað þess áttar, en við höldum að barnið ekki eða þroskaferli barnsins sé ekki þannig að við höldum að það þurfi verulegan stuðning í framtíðinni. Þannig að börn sem útskrifuð þarna við 2 ára, það eru börn sem hafa tekið vel við sér og eru farin að bara þroskast svo til eðlilega. Takk fyrir það. Það er semast ekki börn sem eru, þú veist, talin vera einmitt að versna mögulega. Það myndi náttúrulega aldrei, nei, það myndum aldrei vísa frá. Það sem við kannski erum svona alltaf betur og betur átt okkur á er það að taugaþroski barna er kannski mín bara flóknara fyrirbæri heldur en við heldum fyrir kannski 20 árum síðan, sem að fólk var bara með svörin og held já þetta er þetta eða þetta, og það þótti svona bara vera kýrskýrt. Í dag sjáum við bara miklu meira, börnin breytast, þau svona þróast á þann hátt að einhverfu til dæmis verða meira áberandi. Við erum með mörg börn þar sem kannski þau eru að koma á grunnskólaaldri og svo þegar maður lesi gegnum pappirinn þá sér maður að 2-3 ára voru smá áhyggjur en það þótti ekki nóg, en í dag virðast einkennin vera. Þannig við erum kannski, og það sama á við ADHD og það allt saman. Getum séð kannski einkenni snemma, en það er ekki alltaf sem við erum vissi eða getum sett fingurinn alveg á það. Þannig að þetta er í sumum tilfellum flóknara heldur en í öðrum. Og getur svona maska hvert annað. ADHD getur maskað einhverfuna, þannig við bara sjáum ekki einhverfuna því það er svo mikill, ADHD einkennin eru svo yfirgnæfandi. Þannig að það eru alls konar svona þættir sem að maður gera þetta flóknara heldur en hann kannski hélt einu sinni. Kæra þakki fyrir það. Nú finnum við hér á Sjónarhóli að biðlistinn, orðið 2016 og 17 verðist vera biðlisti. Þetta er náttúrulega gríðarlega erfitt fyrir foreldra að sitja heim og bíða. Nú er komin ný stjórn og eins og við vitum, og það er kannski full gróft að mér að spyrja ykkur að þessu, en megum við búast við
styttri biðlistum meira, er búið að lofa einhverju þar? Stækkun, fjölgun starfsmanna og svo framvegis. Ég svo sem hef ekki sjálf talað við ráðherra en Sofía forstöðumaður fór og heimsótti ráðherra skömmu eftir að hann tók við. Ég hef ekki heyrt nein ákveðin loforð því miður, ekkert ákveðið því sambandi en svona þetta það er stuttur tími liðinn og svona fólk er svo sem bara að kynna sér málin og þannig að hver veit, við verum bara að pressa. Ásakið það að ég noti tækifæri til þess að segja slíkt. Eru fleiri spurningar á sal? Ekki allir í einu? Þá bara þökkum við ykkur kemur hérna maðurinn bak við tjöldin á handarhlaupum með spurningu utan að landi. En þá kannski getum við veltið fyrir okkur líka, nú þekkjum við hérna sjónarhóli líka þennan stóra hóp foreldra, mæðra sem að ég tiltek kannski sérstaklega mæður, af því það er einhvern veginn eins og það er kannski svo sín sem birtist okkur. Mæður sem eru á barmi og foreldrar sem eru á barmi örvæntingar, að verða öryrkjar, orðnir öryrkjar og þið þekkju örugglega þessa umræðu. Hérna er eitthvað í sambandi við það, þetta svona forvarnarstarf eða eitthvað sem að tala að geti gripið inn í þegar barn greinist með alvarlegan sjúkdóm eða slíkt. Eitthvað sem einhver ég veit ekki hvað ég að kalla, ráðgjöf og slíkt sem að fylgir foreldrum eftir. Það ánáttúrulega að vera svolítið innbyggt í snemmtæku íhlutunina að vinna með foreldrum og við erum með svona mjög reynda félagsráðgjafa í þeim stöðum hjá okkur sko, þannig að svo langt sem það nær að þá gera þær allt sem þeirra valdi stendur og svo tenging yfir, ég meina það er sálfræði þjónustu hefur verið gegnum það ekki einstök börn eða umhyggju sem hefur staðið fólki til boða sko, ef það er þetta sem þú ert að meina. Ég meina bara svona, það vantar meiri stuðning. Já, og því miður það líka, þetta er svo, og það var nú vinnuhópur og við og ráðuneytisins einmitt að rýna í þetta með langveiku börnin og sum þeirra teljast fötluð og til eru okkur að þetta er svo marg slungið þetta kerfi og þetta er svo margir sem koma að og það var meiningin að taka þetta svolítið til skoðunar og ég veit ekki hvort að svo skýrsla er búin en það var tala við fjölda fólks og svona átt að koma fram einhverja tillögur til einföldunar. Já, akkurat. Við bíðum spennt eftir að sjá niðurstöður þar. Hvað sér var spurning? Ég bara reyndi að bera það er flott. Hluta til á verðball sko og hluta til á blaði. Þannig að það kom sem sé fyrirspurn sem að einhvern veginn var svona, er eitthvað í umræðinu að greiningarstöð sinni fullorðnum einstaklingum, það getur oft verið flókin mál að ræða en lítið ráðgjöf. Það er í umræðinu að auka aldursviðmið greiningarstöðvar. Við erum núna við 18 ár, það er í umræðinu að fara upp í 22-23 ára aldursviðmið. Svona innan fárra ára, bara gæti orðið fljótlega. En ekki hærri en það til að byrja með. Svo kannski bara ein svona spurning fyrir mér vegna þess að maður er svona stundum svolítið hugsi eins og til dæmis niðurstöða sérfræðings Evrópusambandsins varðandi grunnskóla og skólan aðgreiningar sem að niðurstöða var að það sem einkenndi íslenska grunnskóla verið mjög há tíðni greininga er lítið bjargir. Er þetta eitthvað sem greiningarstöð hefur velt fyrir sér? Ég veit ekki, kannski stöðin hefur svo sem ekki beinleinis gert það, þetta er náttúrulega tiltölulega nýtt en já, maður tekur mjög, eins og ég var að tala með stóru krakkana, það liggja fyrir alveg bara ótrúlegt magna af greiningargögnum, mann er svona einhvern veginn hálfpartinn blöskrar ef ég má segja það, og ég veit það bara á mínu hérna prívatstarfi að það er meira púður lagt í greiningarvinnuna heldur en ráðgjöf og eftirfylgd og úrræði, því miður, en við erum svo sem og eins og allir
skýrði vel út þarna áðan að við erum að leggja heilmikið, búin að leggja, og þetta er ný vinnubröð hjá okkur á allra seinustu árum, þannig að við erum að leggja meiri þunga í ráðgjöfuna heldur en við gerðum áður fyrr, held ég, eða svona kannski að markvissari hátt allavega. Þannig að það er svona það sem að okkur snýr, og náttúrulega langtíma eftirfylgdin, hún hefur hérna þróast og þróskast heilmikið hjá okkur, en ég er alveg sammála því, mér finnst hérna sveitafélögin leggja of mikla, eins og ég segi, of mikinn tíma og þunga í greiningavinnuna, en svona vera ráða lausari gagvart úrræðum, íhlutun og meðferð. Það snýr þannig við mér, svo sem kannski meira persónulega heldur en þetta sé yfirlýst skoðun greiningastöðar. Ég fjallaði einmitt þetta á vorráðstefnu greiningastöða fyrir ári síðan, eða verða ár síðan, með ráðgjöf inn í skóla og leikskóla. Og það er eitthvað sem að við erum talsvert frá svona viðmiðum góða starfshætti, eða best praxis eins og þetta er kallað á ensku. Nú ætlum ég ekki að fara að benda á hvar sökin liggur, hvort hún liggur hjá ríkinu eða sveitafélagunum, en samanlagður fjöldi ráðgjafa á greiningastöð og hjá sveitafélagum, hann er alltof lágur, meðan þessi viðmiðum góða starfshætti segja til að hver ráðgjafi geti sinnt svona 20 börnum, þá erum við með ráðgjafa í sveitafélagum sem bera ábyrgð á snemmtækri íhlutun fyrir það bil 100 börn. Þannig að þetta hljómar eins og við séum talsvert frá því hvernig þetta ætti í raun og veru að vera. En ef við horfum á allan þann fjölda starfsmanna sem er að vinna með þessum börnum, þá er þetta bara dropi í hafið, hvernig við þurfum, hversu mörgum stöðugildum við þurfum að breyta yfir í ráðgjafa. Og þannig að það vantar ekkert, peningalega séð held ég að vantar ekkert mikið upp á það að við getum fjölga ráðgjöfunum, þannig að þetta er ásættanlegt, því að flest af þessum börnum er að fá bara nokkuð viðeigandi stuðning, því að fjöldi stuðningstíma sem við erum að fá er nokkuð viðeigandi. En það vandamálið er að það er allt of mikið af stuðningsaðilum sem er að vinna á þess að fá viðeigandi ráðgjöf. Og það er mikið vandamál á Íslandi. Og oft á tíðum, sérstaklega í grunnskólanum, er þetta aðalega sem eru ófaglærðir, sem eru að vinna með flóknustu börnunum og ekki með þá gott bakland, og það búðar ekki gott. Mjög athyglisverður punktur og hárrétt, við einmitt heyrum mikið af þessu þetta. En ef það eru ekki fleiri spurningar, ein hérna, flott. Inga heiti ég, ráðgjafi á Sjónarhóli. Ég held að væri bara, það eru örugglega margir foreldrar sem er að hlusta og eiga eftir að hlusta, sem það ætti gott að heyra hvað þið eigi við með langtíma eftirfylgd, hvað það felur í raun í sér. Já, það felur í sér, að þau eru líka með stigskiptingu þar, þannig að sum börnin eru þau að hitta bara alveg reglulega í þessum þverfaglegu móttökum hjá okkur, 2 á ári, bara frá því að sjúkdómur greinist, það getur verið vöðvarýrnunarsjúkdómur eða alvarlegt form af CP eða klofinn hryggur eða eitthvað slíkt, að þá er þeim börnum fylgt þétt eftir, allavega einu sinni 2 ári sem þau koma í svona þverfaglega móttöku. Svo nýju hópurinn sem er þarna inni, börn með alvarleg form af einhverfu, gjarnan með þroskahömlun, alvarlegan hegðunarvanda, að það er svona metið hvert tilvik, og það er sjálfsagt að finna það á heimasíðunni nákvæmlega hvernig það er unnið. Það er einhver stigskipting, þannig að sum er haft samband við einu svona ári símleiðis, annars er farið inn á teymisfundi oftar, skiljið, þannig að, og svo koma svona kritíski tímar þegar börnin eru mjög erfið, það er kannski verið að stilla inn lyf og einhver kannski breyting í umhverfi barnsins, að þá er þétt input og svo það dreif tilbaka þegar vandinn er minni, þannig að það er svona stigskipting í þessu, en þetta er svo sem bara þýðir að þarna að svo fjölskylda á svona ákveði heimili á greiningastöð og hefur sín tengilið þar yfir mörg ár, en af því að annars, eins og Atli segir, flestir eru útskrifast í miður bara við 6 ára aldur. Flestir sem koma til okkar, flestir koma inn á forskólaaldrinum eins og þið sáuð áðan, og flestir eru bara búnir í okkar afgreiðslu, svona fyrstu afgreiðslu, útskrift bara við grunnskóla byrjun.
Svo vísu þetta stundum inn á fagsvið eldri barna seinna meir ef eitthvað nýtt kemur í ljós, það er svo sem vel til í dæminu, en langtíma eftirfylgdin er svona þjónustuform fyrir utan þetta, fyrir þyngsta hópin. Takk fyrir. Fleiri spurningar? Það voru að berast nýja tölur utan að landi, 176 að horfa, gaman að heyra það. Ég vona að það sé með popp og kók og hafi það hugulegt. En við viljum þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þetta er búið að vera fróðlegt og mjög athyglisvert að fá ykkur hérna í heimsókn. Ég vil minna á fræðslukvöld 28. mars, þá er það Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra sem að verður þar, og 4. apríl þá koma hagsmunasamtökin hérna í húsinu og kynna hvað við erum að gera hér. Það er nú margt og mikið skemmtilegt sem hér fer fram. Annars vil ég bara segja kærar þakkir og hafa það gott.